Framtíð Clintons Bandaríkjaforseta nú í höndum bandaríska þingsins sem fékk skýrslu Kenneth Starrs samband forsetans við Monica Lewinsky í gærkvöldi. Búist við að skýrslan verði birt á heimasíðu laganefndar bandaríska þingsins á morgun. Margra mánaða rannsókn Starrs á forsetanum lokið og framtíð forsetans veltur nú á þinginu. Skýrslan engin smásmíð og skiptist í 2 hluta. Greinargerð Starrs 500 síður og í henni að finna lýsingar á sambandi forsetans og Lewinsky ásamt ásökunum á hendur forsetanum sem gætu orðið til þess að þingið ákærði forsetan fyrir embættisglöp. Greinargerðinni fylgir 2500 síðna viðauki en í honum meðal annars vitnisburður forsetans og Lewinsky. Ekki búist við að viðaukinn komi fyrir sjónir almennings því í honum að finna mjög persónulegar upplýsingar sambandið. Bandaríska þingið reynir nú að ákveða hvernig það ætlar að fjalla skýrsluna. Margir þingmenn hafa varað við nornaveiðum á hendur forsetanum og þeirra á meðal forseti fulltrúadeildarinnar. Members engaging in debate must abstain from language that is personally offensive toward the president, including references to various types of unethical behavior. Lögfræðingar Hvíta hússins ítrekuðu í dag að skýrsla Starrs væri einungis ein hlið á málinu. Clinton reynir nú hvað hann getur að tryggja sér stuðning flokksbræðra sinna og í gær bað hann þá og bandaríkjamenn alla fyrirgefningar á framferði sínu. I've tried to do a good job taking care of this country even when I hadn't taken such good care of myself, my family, my obligations. I hope that you and others I have injured will forgive me for the mistakes I've made. En nú framtíð Clintons í höndum þingsins. Bandaríska þingið hefur einu sinni áður ákært forseta sinn fyrir embættisbrot en það var 1868. Fyrir aldarfjórðungi varð Watergate til þess að Nixon var nærri því ákærður fyrir embættisglöp en hann sagði af sér áður en til þess kom. Tæplega 20 piltur lést á sjúkrahúsi Reykjavíkur í morgun af völdum áverka sem hann hlaut í umferðarslysi í Kópavogi í gærkvöldi. Slysið varð á Dalvegi miðnætti. Pilturinn var gangandi og varð fyrir bifreið. Lögreglan í Kópavogi rannsakar tildrög slysins og biður alla þá sem geta veitt upplýsingar að hafa samband. Ekki unnt að greina frá nafni hins látna að svo stöddu. Hæstiréttur staðfesti í dag langa fangelsisdóma yfir 2 mönnum á 30-aldri fyrir stórfelldan innflutning á e-töflum og LSD. Málið kom upp í desember síðastliðnum en þá var rúmlega 30 sænsk kona handtekin í Leifsstöð við komu frá Amsterdam. Konan hafði falið 1100 MDMA-töflur eða e-töflur og 296 skammta af LSD í líkama sínum og í 2 hárgelstúpum. Konan féllst á að aðstoða lögreglu við að upplýsa málið og var útbúinn pakki sem konan kom fyrir í sorptunnu í Húsasundi við Laugaveg. Þar var pakkans vitjað síðar sama dag og í kjölfarið voru Íslendingarnir 2 handteknir. Þeir munu hafa lagt fé til kaupa fíkniefnanna. Norskur karlmaður sem sá að kaupa fíkniefnin í Amsterdam kom svo sjálfviljugur til landsins 2 dögum síðar. Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðinn var upp í apríl segir að innflutningurinn hafi verið stórfelldur og þaulskipulagður, efnin mjög hættuleg og geti þau valdið varanlegu heilsutjóni eða jafnvel dauða. Sænska konan hlaut 4 ára fangelsi og norski karlmaðurinn 5 ára fangelsi. Þau undu bæði niðurstöðunni. Íslendingarnir 2 hlutu langa fangelsisdóma en báðir áfrýjuðu málum sínum til Hæstaréttar og kröfðust mildari dóma. Ákæruvaldið krafðist hins vegar þyngri refsingar. Hæstiréttur staðfesti hins vegar í dag dóma héraðsdóms yfir Íslendingunum. Árni Sigurðsson skal því sæta 5 ára fangelsi og Emil Anton Sveinsson 4,5 árs fangelsi. Samstaða hefur náðst tilnefningu Yevgenís Primakovs í embætti forsætisráðherra Rússlands. Jeltsín forseti tilnefndi hann í dag. Kommunistar hafa lýst yfir stuðningi við Primakov. Það ljóst að Boris Jeltsín lét undan miklum þrýstingi kommunista og hætti við að útnefna Tjernomyrdin í 3. sinn í embætti forsætisráðherra. Jeltsín átti langan fund í gær með honum og Primakov sem verið hefur utanríkisráðherra frá því í janúar 1996. Niðurstaðan var sú að Primakov ætlar að taka að sér forsætisráðherraembættið. Yevgeni Primakov gekk ungur í kommunistaflokkin árið 1959 og var félagi í honum í áratugi.
Hann var náinn samstarfsmaður Leonid Brezhnevs, leiðtoga Sovétríkjanna, Mikhail Gorbatsjovs og nú Jeltsins. Áður en hann varð utanríkisráðherra var hann yfirmaður leyniþjónustu Rússlands. Kommunistar í neðri deild þingsins Dúmunni hafa lýst yfir stuðningi við Primakov. Það hafa einnig þjóðernissinnar gert og leiðtogi frjálslyndra Grigori Javlenski. Stuðningur svo ólíkra flokka í Dúmunni bendir til þess að þingmenn samþykki með yfirgnæfandi meirihluta á morgun að Primakov verði næsti forsætisráðherra Rússlands. Viðskipti á verðbréfaþingi í dag námu 1.476 milljónum króna, þar af mest á peningamarkaði fyrir 754 milljónir. Markaðsávöxtun markflokka ríkisvíxla lækkaði aðeins í dag eða 6 til 8 punkta. Viðskipti með hlutabréf námu alls 57 milljónum, mest með bréf Íslandsbanka fyrir 25 milljónir og bréf Járnblendifélagsins fyrir 14 milljónir. Mest lækkaði verð bréfa eignarhaldsfélags Alþýðubankans 6,7% eða 13 aura. Úrvalsvísitala lækkaði í dag 0,28% og nú 1111 stig. Og vísitala neysluverðs hefur aðeins hækkað 0,8% síðastliðna 12 mánuði. Hagfræðingur hjá Þjóðhagsstofnun telur að verðbólgan í ár gæti orðið sú lægsta síðan á 7. áratugnum. Vísitalan lækkaði í júlí og ágúst en hækkaði örlítið í september eða 0,1% og jafngilda verðlagsbreytingar þessa 3 mánuði 2,6% verðhjöðnun á ári samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. En verður þá ekki óvenju lítil verðbólga í ár? Jú, það verður það. Það er útlit fyrir að hún verði einhvers staðar á bilinu 1-2%. Það er nú erfitt að segja nákvæmlega því að svona mánaðarlegar verðbreytingar geta verið erfiðar í að varðandi spár en okkar mat er að verðbólgan verði nálagt 1,5% á þessu ári. Það eru fleiri skepnur en Keikó sem sneru til heimkynna sinna í dag. Selirnir í Húsdýragarðinum fengu að fara aftur í laugina sína eftir viku heimsókn í Vogum á Vatnsleysuströnd. Í síðustu viku stóðu yfir viðgerðir á selalauginni í fjölskyldu og Húsdýragarðinum og því voru selirnir fluttir burt á meðan á framkvæmdunum stóð. Þeir fengu svo að fara heim í dag. Fórum við að sögur Voga á Vatnsleysuströnd, þar sem við voru í fiskikari, stóru fiskikari. Hvernig leið þeim þar? Bara mjög vel. Það var útbúið svona náttúrulegt umhverfi fyrir þá og Páll Steingrímsson kvikmyndagerðarmaður notaði þá í leiðinni og var að mynda þá svona atferli þeirra. Þetta tókst mjög vel. Við vorum svona hálftíma að ná þeim upp í körinn suður frá og svo var svona hálftíma akstur og 10 mínútur að losa. Þannig að það er svolítið minna umfangsættur en með Keikó. Og það var greinilegt að selirnir voru komnir til síns heima. Þeir voru svangir eftir ferðalagið og syntu alla laugina tímunum saman eftir að þeim var sleppt. En það var helst í þessum fréttatíma að háhyrningurinn Keikó komin í Kvísína í Vestmannaeyjum. Hann þegar farinn að draga sér önnur sjávarspendýr og þjálfarar hans eru himinlifandi yfir því hvernig hvalurinn tekur hinum nýju heimkynnum. Flugvöllurinn í Vestmannaeyjum nú lokaður stórum flugvélum vegna skemmda sem urðu við lendinguna með Keikó. Það gætu liðið nokkrir dagar þar til flugvöllurinn verður opinn fyrir allri almennri umferð. Og Primakov, utanríkisráðherra Rússlands, verður næsti forsætisráðherra landsins. Jeltsin forseti tilnefndi hann í embætti, kommunistar styðja hann í embættið. Hvernig mun nú viðra á nýja íbúan í Vestmannaeyjum? Það verður líklega áfram kalt og jafnvel enn hvassari heldur en var í dag. En meira það hér í veðurfréttum strax að loknum auglýsingum. Þessu er lokið hjá okkur í bili. Við minnum á fréttir klukkan 11 í kvöld. Verið sæl. Verið sæl. En fremur hátt ferðalagi í kvöld. Við ætlum upp þennan ryðgaða járnstiga og upp í strompinn hér að Kletti við Laugarnes. Að minnstakosti 70 metra beint upp í loftið. Það á að rífa þennan stromp eftir 2-3 vikur. En ég veit mann sem vill búa úr honum minnismerki vinnunnar, hvorki meira en minna. En við byrjum á haustinu austur í Lóni. Óla Rún.
Lón í Austur-Skaftafellssýslu viðkomustaður. Viðkomustaður íslenskra álfta vor og haust. Þótt hún sé farfugl 10% af stofninum með heilsársbúsetu á Íslandi. Þær sem fara utan á vetrum halda til Írlands, Englands og Skotlands og sumar gera sér líka ferð til Hollands, Danmerkur og Noregs. Hvergi á Íslandi hægt að finna jafnmargar álftir samankomnar á einum stað og hér í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu. Vor og haust safnast þær hér saman, þúsundum saman, 4.000 til 5.000 fuglar að talið eða alltaf 1/3 af íslenska álftastofninum. 16.000 álftir á Íslandi að talið og hefur stofnin minnkað 2.000 fugla síðustu ár. Álftin alfriðuð. Hún fellir flugfjæðrirnar seinni hluta júlí og fram í ágúst, sem sagt í sárum í mánuð á hverju ári. Friðrik Jónsson í Hraunkoti hefur fylgst með álftum á Lóninu í rúm 40 ár. Enda Lónið nánast rétt við bæjarnirnar hjá honum. En hann ekki alltaf kátur yfir athæfi þeirra þótt fallegar séu. Þeir koma í mars á vorin og svo alveg framundir bara þennan tíma. Eru þær ekkert að þvælast í túnin hjá þér? Jú, það gerir það. Og hvernig líst þér á það? Okkur líst illa á það. Og það var einu sinni farið fram á það að fá að skjóta þær, en það fékkst ekki. Og hvað gera bændur þá? Já, þeir bara þegja. En þið hafið ekkert lagt í það? Jú, við höfum nú haft svona hræður, sett hræður upp og það hjálpar dálítið. Veistu til þess að menn hafi eitthvað verið að læðast með byssu hérna á kvöldin? Það ekki mikið það. Það allt og lítið. Allt og lítið, segir þið? Ég segi það, já. En Lónið dregur að fleiri fugla en svaninn hvíta. Jafnvel heimamenn þekkja þá ekki alla. Það alls konar fugl hérna. Það alls konar tegundir. Og ég þekki ekki allar tegundirnar sem koma stundum á haustin og eins á vorin. Ég held að mikið af því séu mývarsendur. En álftin trygg sínum. Hún parar sig fyrir lífstíð. Ef maki hennar fellur frá, þá hún jafnvel yfir honum svo vikum skiptir áður en hún heldur á braut. Nýr maki kemur fyrst til sögunar alltaf ári síðar. Að sögn Ólafs Einarssonar fuglafræðings á Náttúrufræðistofnun getur þessi fugl orðið að minnstakosti 20. Og hann verpir fyrst þegar hann verður 4 til 5 ára. Lónið mikilvægt alþjóðlegt fuglasvæði. En hvað það sem svona eftirsóknarvert fyrir álftina í Lóninu? Jú, það grunnsæfið og þörungarnir. Veisluborð sem hún lætur ekki framhjá sér fara. Fleiri hafa fylgst með svanasöngnum í Lóni en Friðrik í Hraunkoti. Sigurður Eymundsson tannlæknir fuglafræðingur á Guðs náð. Sigurður, ertu búin að fylgjast með álftinni hérna lengi? Já, talsveit lengi. Hversu lengi heldur þið? 20 ár alltaf. Og hvað það sem mest spennandi við þennan fallega hvíta fugl? Já, að sjá því að Lóni fyllist af fuglum á vorin og haustin. Það sem skemmtilegast. Hægt að stilla klukkuna eftir því hvenær þær koma? Þær koma venjulega á vorin og í kringum 20. mars, oft fyrr. Og hérna, og ég hef séð álftir hérna í desember. Einu sinni sá ég hérna út í Bæjarós, hérna vestar, það voru innan 500 álftir þar. Þannig að þeir fara ekki alltaf allar á veturnar, ef gott í ár. En hvað það sem þér finnst skemmtilegast að svona rannsaka við þessa fugla? Hvernig þeir nýta kannski vatni, það eru hálfkafarar og það gaman að sjá það. Já, maður sér það að þær reka gjarnan rassinn upp í loft. Akkúrat, það eru hálfkafarar og svo náttúrulega þegar stórstraumur þá dýpkar náttúrulega vatni hér í Lóninu, þá leita það meira á land og það getur verið vandamál fyrir bændurnar því það að skemma tún hjá bændum. Þetta friðaður fugl, hefur enginn freistast til að smakka á honum? Ég held ekki, ég held mér verði það svona næstu leyti. Það bölvi bara í hljóðu þegar það skemma túnin? Sennilega já. Ég ræð með það nú. En þessi fuglar, það stóri fuglar og þungir,
að þeir tróða mikið niður grasið og náttúrulega þurfa mikið að éta líka. Það náttúrulega þetta, kannski hálfgerður vargur. Það nú erfitt að trúa því að svanurinn hvíti sé vargur. Jú, hann getur verið það ef honum fjölgar of, að þá þetta víða vandamál. Og þetta vaxandi vandamál, fjölgun svananna hér á landi. En það fleira sem byrjar á en ált sem að finna í lóninu. Áll hefur verið veiddur þar. Loftur Jónsson stóð fyrir því og voru hollendingar og íslendingar á álaveiðum í lóni fyrir nokkrum áratugum. Enn hægt að veiða ál hérna? Já, alveg vafalaust. Hefurðu prófað? Nei, ekki hér. En ég hef prófað að veiða ál í Gildrur. Og það alveg hægt, sko. Það alveg hægt og þetta ágætis matur, mjög góður matur. Má ekki segja að við sitjum hérna eiginlega í, söguminjum? Jú, við gerum það. Þetta báturinn sem hollensku álaveiðarnir tóku með sér þegar þau komu hingað. Álaveiðin í lóni stóð í nokkur sumur en fór svo út þúfur. Friðrik í Hraunkoti tók þátt í þeirri veiði. Og þetta var sett í kistur sem tók 1 tonn og það var beðið eftir skipi frá Hollandi og við vildum fá það ekki seinna en seint í september. En það leið og beið og það kom ekki og þá fraus lónið og gerði gat á kisturnar og það fór allt. Og þá var veiðin farin? Já, og það held ég hafi verið svona nærri 10 tonn. Ég held 9,75 tonn. En það nógur allt hérna. Hefur eitthvað verið að veiðan síðan? Já, ég veiði alltaf á hverju ári hérna í Tjörnunum, svolítið ál. Og hefur hann ofan á brauð eða? Nei, við steikjum. Og þetta gott? Mjög góð matur. Alveg eftirsóttur af því sem við byrja að borða með. Velkomin að stolti Laugnesinga til margra ára stóra strompinum. Hvernig líst þér á, Ólafur? Þú búinn að vera í kassagerðinni síðan 73. Hvernig líst þér á að gera þetta að minnismerki? Það veit ekki, ef þetta er laga til og gert eins og eitthvað mönnu, þá væri það gaman. Er það ekki bara? Jú. Langar þið upp? Nei, langar ekki upp. Það var Gunnlaugur Pálsson arkitekt sem teiknaði skorstinn fyrir Síldar- og fiskimjölsverksmiðjuna HF, seinna Faxamjöl HF, og hann var reistur rétt eftir 1960. Síðasta vertíðin sem brætt var fiskráefni að Kletti var fyrir 5 árum. Þá hafði borgin keypt húsin og skorstinninn af Faxamjöli á verði sem var vel ásættanlegt að bestu manna yfirsýn, eins og þeir orðaða hjá Faxamjöli. Það eru 204 stálþrep í stiganum öllum, ég taldi þau sjálfur, og skorsteinninn er sennilegast 80 metra hár. Hæðartölum á teikningum ber ekki alveg saman. Það hringdi kona í Síldar- og fiskimjölsverksmiðjuna HF rétt eftir 1960 þegar það var búið að byggja þennan frábæra stromp og hún var að kvarta yfir í að það skyldi vera eyða peningum í að byggja hann. Við viljum fá peningalyktina beint inn eldhúsgluggann, sagði hún. Það er Snorri Freyr Hilmarsson, leikmyndateiknari og listamaður sem á hugmyndina því að gera skorsteininn að minnismerki hins vinnandi manns. Skorsteinninn sjálfur í giska góðu ásigkomulagi, engar sjáanlegar steypuskemmdir, en járnstíginn heldur farin að ryðga, satt best að segja ryðgaður í sundur efst uppi. Og útsýnið er hreint frábært yfir borgina alla og fyrsta útkverfið í Reykjavík, Klessveginn og Vogana, sem byggðist víst upp af því að breski herinn hafði sett þar niður klóak. Það er önnur saga. Hugmyndin var svo að hérna upp á þennan stromp kæmi súluhattur, rómverskur, fjallmyndalegur, og þá verið þetta svona tilsýndar eins og Nelson kolum á Trafalgar, en ekki til heiðurs einhverri slátrun, heldur til heiðurs vinnunni, því að þetta tengdist öðrum hugmyndum strompa á önnur hús í bænum sem voru tileinkuð þá menntun og listum, háskólanum og þjóðleikhúsinu. En hérna átti svo að vera musteri eða monument vinnunnar og það var undirstaðan náttúrulega og það er súla. Hvað með það, Snorri? Þessi strompur er líka sögusvið ævintýramyndarinnar Sjúðu mig Nína. Jú, það er Sjúðu mig Nína. Sjúðu mig Nína.
Það ákaflega skemmtilegt skot í kvikmyndasögunni þegar að vélin er látin húrra niður. Ég veit ekki hvort að þið viljið fórna ykkur á sama hátt. En hún fór niður í frjálsu falli? Já, í frjálsu falli, látin húrra niður. Sjúðu mig Nína dásamlega berorður titill á kvikmynd og það eru sumir sem eru þeirrar skoðunar að einn svona strompur eða turn beint upp í loftið sé tákn karlveldisins, fallustáknið, svona eins og prjónninn umtalaði á Clinton. En það kannski ekki beinlinnis það sem Snorri vill segja með þessari hugmynd sinni. Það hægt að lesa í hluti náttúrulega á mismunandi hátt og þessi fallusarpæling var ekki það sem ég gekk út á en hún má alveg fljóta með. Þetta fyrst og fremst hugmynd að minnismerki allra. Þetta var fyrst og fremst hugmyndin undirstöðuna og súlan það. Þetta er líka tákngerving siðmenningarinnar, rómverska súlan. Það eru Rómverjarnir sem komu grísku siðmenningunni áfram. Hvað ætlar að gera, Snorri Freyr, til þess að fá þessa hugmynd að minnstakosti rædda? Ætlar að hafa svona mótmælastöðu við skrifstofu borgarstjóra, vera það kannski viku á gólfinu? Nei, ekki á ég nú vona því. Þetta var svona þannig afgreitt af minni hálfu á sínum tíma og hefði ég haft tíma til þess þá hefði ég kannski kynnt þetta eitthvað en ég ætla ekki að fara að gráta Björn bónda. Þú ert sáttur við að strompurinn falli? Það væri náttúrulega eftirsjá á honum en ég hef engar svona tilfinningarlegar forsendur til þess að sakna hans eða mér svo nokkuð saman.